Aron, bara hvernig tilfengir að koma aftur í Þór? Já, bara, þú veist, gott. Frábært veður sem við bjóðum upp á hérna fyrir norðan. Fínn taktur í þessu í dag. Við náðum að draga úr þeirra styrklingum og það var ætlunin í dag. Við vissum að þeir kæmu með svona smá laskað lið eftir ákveðina keislu sem þeir eru búin að vera í og halda áfram í henni. Þannig að ef það var einhvern tímann lag að vinna Víkinga, þá var það í dag og við erum bara heppnir að fá það á þessum tímapunkti. Hvenær verður svona ljóst að þú verður leikmaður Þórs núna bara þessu ári? Sko, já, ég er búinn að skrifa undir og hugur minn er hér en þeir vita samt að staðan mín er skrítinn og þú veist, gæti verið farinn eftir 2 vikur, gæti verið bara að klára sísonið og það er einhverjar þreifingar í gangi en þú veist, ekkert konkrít, þannig að ég er bara leikmaður Þórs eins og staðan er í dag og vonandi verður það þannig. Það verður þá Katar aftur? Já. Hvernig er bara, þú veist, að koma inn í lið sem er ekki búið að vinna í 10 leiki pluss? Já, það er góð spurning. Þú veist, það er alltaf challenging, sko. Það er þú veist, lágt sjálfstraust. Maður fann það alveg, þú veist, á æfingum og það er náttúrulega bara ég er ágætur í því að fá menn með mér og líka bara, þú veist, fá smá innspýtingu í hópinn og gott að fá Gyrði norður líka sem er kraftur í og er löngun honum að spila fótbolta og en þetta er góð spurning því að það er ákveðið challenge að koma inn í lið sem er lágt sjálfstraust og þarf að berja mann áfram en Þórsarar hafa aldrei verið þekktir fyrir það að gefast upp, sko. Þannig að já, það er challenge. Horfir þú í það fyrir leik bara, Víkingar að gera 7 breytingar, þeir voru að fara áfram í Evrópu-EM, þeir svolítið hátu uppi, þú veist, horfir þarna er færi? Já, það bara, eins og ég sagði áðan, ef það var einhvern lag að vinna Víking, þá var það í dag. Þeir eru að gera margar breytingar, kannski ekki alveg sami taktur og kannski hefur verið þegar nýju menn eru að koma inn, en samt, þú veist, frábæri leikmenn skilur sem eru að koma inn. Þannig að já, það var alveg, þú veist, það var punktur sem að Siggi var að embra á í fyrir leik að þeir væru kannski ekki alveg í takt og myndi taka tíma til þess að vinna sinni í leikinn, þannig að og svo er bara, maður þekkir það bara sjálfur að spila fyrir framann 30.000 manns og svo fyrir 2.000, það er munur og mikið ferðalag, það tekur orku úr manni, þannig að svo segi, bara þetta var tímapunkturinn. Hvernig var að fagna sigri með Þór? Já, mjög gott. Þú veist líka bara, sem ég segi, það er gott að vera komin heim. Þetta er fjölskylduklúbbur og minn klúbbur, þannig að það er alltaf gott að fagna með þeim. Skrókurinn, hvernig er hann? Fínn. Svona, það vantaði smá upp á lungun en það kemur. Ég er búinn að vera svona on and off á æfingum út af þessari stöðu sem ég er í, þannig að það er ekki búinn að vera alveg rytmi í mér, þannig að og ég reiknaði með kannski 60 mínútum í dag sem ég náði, ég veit ekki alveg hvað það var, 65. Rúmur klukkutími allavega? Já. 9 dagar í leikamóti KA, það er lofað að vera með mótið þeim? Já, þú veist, ef eitthvað annað kemur upp, við vitum það ekki, bara, það verður annar næglbítur, við vitum það, KA, Þór KA er alltaf stórleikur og ég hlakka til að taka þátt í honum. Spila leikamóti nágrunum í efstu, það lítur að vera eitthvað svona til að tjekka við? Já, ég veit það. Ég man ekki hvort ég hef gert það. Nei, ég var náttúrulega í fyrstu deild þegar ég áðinni fór út. En ég spilaði einhverja leiki móti KA og það var alltaf gaman. Það var á gamla Akureyrarvellinum, þannig að það var alltaf challenging og verður það. Þetta verður stál í stál. Hvernig var tilfinningin að mæta Gylfa inn á vellinum? Já, bara, þú veist, frábær leikmaður og góður vinur, náttúrulega gengi í gegnum ýmislegt saman, og ég kannski þekki hann betur en flesta aðra, spila marga leiki saman á miðjunni, og hann mig, þannig að ég mætti honum, það er kannski aðeins öðruvísi, ég mætti honum á Goodison Park með Cardiff á móti Everton og svo í þorpinu, það er smá munur á þessu en bara gaman, það er alltaf gaman að spila á móti Gylfa og challenge sig á móti alvöru leikmann. Síðast spurningin út í manninn hérna fyrir aftan okkur, þú nefndir hann á að Gyrði. Mínum að til maður leiksins í dag, hvernig var að sjá hann inn á vellinum? Nei, bara stórkostlegt. Hann spilaði hægri bakur, hann spilaði miðvörð, hann spilaði sexu, þú veist, þetta bara
sýnir bara að hann er leikmaður sem getur spilað margar stöður og er tilbúinn að leggja allt í söluna til þess að koma klúbbnum upp og við sannarlega höfum þurft á svona manni að halda og það er bara virkilega góð sæning að fá hann í þorpið. Takk fyrir þetta Aron og velkomin heim. Takk.